Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir. Við erum hér í Kjarnaskógi og hér ýmislegt í gangi núna í aðdraganda jólana. Aðventan bara búin að vera hérna á fullu. Hún byrjar dálítið snemma hjá okkur. Það aðventa hjá okkur frá byrjun nóvember. Þá byrjum við að höggva jólatrén sem að fara svona fyrst út til fyrirtækja og svoleiðis. Og svo leiðir þetta bara áfram með mikla af jólastúsi, en svo erum við líka til dæmis að tróða skíðabrautir hérna í Kjarnaskógi og Grísja og ýmislegt fleira á þessum tíma. Já, jólatrén sem maður sér niður í bæ og svona hjá fyrirtækjum, þau eru héðan. Já, það setur mikið svip á bæinn. Við smíðum kassa úr lerki hérna í skóginum sem eru svona vel styrtir og þungir, þannig að þessi tréð þola svona flest veður allavega. Og þetta orðið mjög vinsælt að menn taki sig saman og búi til svona setteringar í kringum fyrirtæki og þannig. Þannig að það er skemmtilegu partur af aðventinu að sinna því. Og svo nú Kjarnaskógur vinsæll útivistarstaður. Það hérna einhvers staðar verið að tróða fyrir gönguskíði og fleira. Jú, hér ævinlega iðandi mannlíf. Það auðvitað, við náttúrulega erum alltaf að reyna að plata fólk í skóginu og hvetja til útiveru í skógi, og auðvitað sumarið. Á sumrin hérna hlátrasköll og læti fram á nætur, en það í rauninni ekkert síður á veturnar. Við tróðum göngu og skíðabrautir á hverjum degi yfirleitt eða þegar þess þarf, og það eru ábyggilega svona 6 til 9 kílómetrar sem við erum að halda svona í góðu göngufæri, og það gríðarmikið sótt á veturnar. Við erum alltaf með upplýstar, þessar göngubrautir hérna eru upplýstar, og þannig að fólk getur komið hérna á kvöldin og snemma á morgnana. Þannig að þegar ég mæti vinnuna svona 8-leytið, þá eru oft svona 6-8 bílar hérna niður á bílaplani og hérna menn að spreyta sig í skóginum. En svo eru þið nú líka, það ekki bara jólatré sem fara hérna úr skóginum. Þið voru hérna sænur eldi við og eitthvað. Við þurfum að nýta allar afurðir. Það hérna bara til að geta haldið góðum mannafla og rekið starfseminni yfir árið, þá þurfum við að nýta það sem fellur til í skóginum. Og jólatré eru vissulega eitt af auðlindunum í skóginum, en við erum að framleiða eldi við og saga bolinn niður í borð sem við seljum, og kurlum alveg heilmikið af því sem fellur til við grisjun. Þannig að svona mottóið ef við getum nýtt hérna það sem kemur á skóginum, að þá gerum við það. Ég heyrði að það væru hérna tré úr Kjarnaskógi að fara til að baka, þau væru notuð til að baka pizzur. Það getur enginn borðað pizzur í Reykjavík sérstaklega, nema að það sé kynnt undir þeim með birki sem kemur hérna á Norðurlandi. Það kemur bæði frá okkur í Kjarnaskógi og þó nokkuð úr Vaglaskógi. En það bara heilmikill markaður. Birkið svo, sem við eigum talsvert mikið af hérna norðanlands, að það svo góður elduviður við svona opin eldstæði, af því að það ekki harpix sem spýtist eða svoleiðis. Þannig að við vinnum mjög mikið magn af eldivið á þann markað. Og hérna ertu með eldstæði? Þetta nauðsynlegt á svona dögum. Það skíta kuldi þó að það sé fallegt viður. Þannig að þá þarf maður að geta hlýja sér. Má ekki bjóða þér bara kaffi? Endilega, takk. Þetta ketilkaffi. Þá bara gildir að hafa það ekki of þunnt. Já. Þarna. Þetta verður bara allt gott. Já, fer það að vera klárt kaffið. Þetta gerir maður til að fella korkinn á botninn, og svo þegar hættir að heyrast á nóni, þá bara skilum við þessu hérna á bálið. Þetta ljómandi kaffi. Finnst þér ekki gott? Jú. Besta kaffi sem ég fæ. Já.